Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum að þessu sinni hérna í Pakkhúsinu á Akureyri og næstu kom að ég að tala um listasafnið á Akureyri. En það víst ýmislegt að vera þar þessa dagana eða hvað að gerast? Já, alltaf nóg að vera í listasafninu. Það á morgun, laugardag, þá sem sagt opnun hjá honum Joris Rademacher og þetta 7. sýningin í svona röð stuttra sýninga í Vestursalnum hjá okkur. Þannig að það alltaf 3 sýningar í gangi í einu í listasafninu. Í Ketilhúsinu hún Rósa Sigrún Jónsdóttir með Svelgina sína og síðan það Elisabeth Geirmundsdóttir í safninu í 2 sölum listasafnsins. Og á mánudaginn þá eru 100 ár frá því að hún fæddist, þannig að við ætlum að halda upp á það. Venjulega lokað í listasafninu á mánudögum, eini dagurinn í vikunni sem lokað, en nú ætlum við að hafa opið og við ætlum bara að hafa smá afmælisveislu í tilefni af þessu. Þannig að fólk getur komið og það er opið bara eins og venjulega þá 12 til 5 og síðan ætlum við að bjóða upp á kaffi eða nýja kaffibrennslan, bjóður upp á kaffi og bakaríið Brúna verður með bollur, bolludagur líka. Og síðan hann Ásgrímur Ágústsson ásamt Guðrúnu Pálnu sem með leiðsagnir hjá okkur að þau ætla að segja gestum frá verkunum hennar Elisabethar. Þannig að það verður heilmikil afmælisveisla og þetta er skemmtilegt að þetta á sama ár og 100 ára kosningaréttur kvenna því fagnað hér. Já, svo þetta margt framundan líka. Við erum alltaf með þessa þriðjudagsfyrirlestra og þeir hafa verið í vetur og vel sóttir. Þeir eru í samvinnu við samvinnu listasafnsins, háskólans, myndlistaskólans og verkmenntaskólans. Þannig að við skiptumst á að sjá þessa fyrirlestra og þeir eru opnir almenningi klukkan 5 alla þriðjudaga. Það er gaman að sjá hvað koma margir á það. Þetta svona fjölbreyttir fyrirlesara sem að koma með allt sem samt tengt menningu og listum. Þannig að það hlýtur að vera, þú segir að það sé opið alla daga nema mánudaga. Er stöðugt streymið af fólki? Já, alveg hreint og sérstaklega góð aðsókn að sýningunnar Elisabethar. Hún hittir einhvern veginn bara í hjartastað hjá fólki og hún hefur líka spurst mjög vel út sýningin og gaman að geta sýnt svona frábæra listakonu sem hefur ekki mikið farið fyrir og að sýna svona heildar, bara yfirleitt yfir verkin hennar, afar fjölbreytt verk, málverk og teikningar, skúlptúrar og ljóðin hennar og síðan ætlar tónlistarskólinn og kirkjukórinn að setja upp svona dagskrá með lögunum hennar og ljóðunum hennar. Og það verður síðustu helgina sem sýningin opin, það er laugardaginn 7. mars. Og þann dag opnar reyndar líka dóttir hennar, hún Iðunn Ágústsdóttir, yfirleitt sýningu á verkum sínum í Ketilhúsinu. Og hún er 75 ára í ár, þannig að það er svona hvert stóra mælið á fætur öðru og gaman að geta tekið þátt í því. Og þessar hádegisleiðsagnir hjá okkur, þær hafa líka verið að mjög að aukast þáttakan í þeim og það eru á alla 50 daga, er klukkan korter yfir 12 til korter í 1, stutt leiðsögn, bara hálftími og fólk kemur jafnvel þá bara í matartímanum og skreppur og fær svona kynningu á einstaka verkum og við höfum þetta til skiptis í listasafnsbyggingunni og í Ketilhúsinu. Og svo skólaheimsóknir, það er hansi fjölbreytt starfsemin og listasafnið kannski að reyna að ég bara finna flöt á ýmsu snertiflötum við samfélagi. Alveg hreint og það er auðvitað mjög gefandi og skemmtilegt þessar skólaheimsóknir og gaman að segja frá því að skólarnir og leikskólarnir hafa verið að taka mjög vel í það og við erum að taka stundum á móti 4 hópum á dag í heimsókn og þau geta auðvitað komið líka á morgnana þó að ekki á opnunartíma en líka á opnunartíma og hún Guðrún Pálína sem er safnakennarinn okkar, hún tekur þau auðvitað mismunandi eftir aldri
En það svona farið í gegnum sýningarnar og skoðuð einstaka verk og síðan gera nemendurnir einhver verkefni. Þau eldri kannski setjast niður og ræða ákveðin verk eða listamenn eða þá að teikna, bara að fá að teikna og mála. Við erum komin með ágætis aðstöðunir í Ketilhúsið til að taka á móti skólahópum og þetta allt upp í háskólanema og í gær voru stór hópur af menntaskólanemum og Verkmenntaskólinn kemur auðvitað reglulega á listnámsbrautinni þar og stutt fyrir myndlistaskólan að koma í heimsókn en síðan eru þetta leikskólar bæjarins og grunnskólar sem eru bara, það hefur verið mikið að gera í skólaheimsóknum núna það sem af ári og við erum mjög ánægð með það vegna þess að ég held að það sé svona mjög bara mikilvægt svona uppeldis hlutverk að fara í listasafn og sjá svona kannski hluti sem maður sér ekki á hverjum degi og velta fyrir sér svona stundum heimspekilegum hlutum. Krakkar eru miklir heimspekingar og koma með allskyns skemmtilegar athugasemdir eða sjá hlutina úr öðru sjónarhorni heldur en við, þau eldri. Og þau eru líka svo óhrædd, bara spurja eða láta allt flakka, leggjast á gólfið og horfa upp undir verkin og bara, það er dásamlegt. Og við höfum svona upplifað það nokkru sinnum að krakkarnir hafa síðan bara komið með mömmu og pappa aftur. Já. Bara sögðu mömmu og pappa, herðu, nú ætlum við að fara og kíkja á sýningu, sá frábæra sýningu í listasafninu, komið þið með. Og eitt strákur kom með ömmu sína líka, og hann var heillaður af þessum hekluðu og prjónuðu stóru svelgjum sem teygja sig á milli hæða í Ketilhúsinu og vildi endilega að ammans kemi með sér á sýninguna. Það var skemmtilegt. Já, það og ofsalega gaman að fá þetta svona viðbrögð þegar maður finnur það að sýningar kveikja í fólki og fólk svona upplifir tilfinningur og er óhrætt við að segja okkur þær. Og þetta kannski lýsir stefnunni hjá okkur í framhaldinu að finna sem flesta fleti til þess að almenningur eigi bara stað í listasafninu. Algjörlega. Og það líka að listasafnið sé svona staður sem að fólk er mjög velkomið á og það getur komið aftur og aftur í svona, af svona mismunandi tilefni og sýningarnar, þessar stuttu sýningar í Vestursalnum eru auðvitað líka svona tilefni til þess að fólk komi nokkru sinnum og þá upplifa þær kannski labbar það auðvitað í gegnum sýningunnar Elísabetar eða kíkir í Ketilhúsið á sýningunnar Rósu og sér þá einhvern svona sér það aftur í nýju ljósi og gaman að segja frá því líka að það er ekki bara opnun á sýningum í Vestursalnum heldur líka lokun og stundum hafa sýningarnar breyst eitthvað á þessum 5 dögum sem þær standa yfir og Jóris er núna á fullu að setja upp skúlptúra í safninu og það eru ekki mikill tími á milli það er bara 1 dagur til að setja upp sýningarnar en það hefur gengið mjög vel og eru fjölbreyttar og skemmtilegar sýningar og svona skemmtilegt líka að þær séu ólíkar hinum sýningunum en samt spila það er alltaf eitthvað svona sameiginlegt sem maður finnur í þeim þannig að það er líka skemmtilegt. Yndislegt. Takk fyrir komuna Hlynur. Já. Takk sömuleiðis. Hvetjum fólk bara til þess að kíkja í listasafnið á Akureyri. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.